Þarna er ég komin inn. Herru, ég náði nú bara að græja þetta sjálfur. Klukkanóðin, ég veit að ég er svo mikill tæknimaður. Klukkanóðin rúmlega 4, Crazy Bastard á fóninum, 3. dagur og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan drottnstýrardaginn. Það er bara að byrja þennan dag á að bjóða, góðan vinn minn Sverrir Þór Sverrisson, velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu? Já, það er léttskíðað hjá kallinum. Já. Hann er teflon húðar að vanda, maður. Og kemur vel undan helginni. Já, það er út búin að vera virkilega hress en þú mættir þetta í vinnuna. Já. Það er bara lífi leiku við þig. Já, bara byttu fyrir það, maður. Hvernig er annað hægt og tryggja bara faður í heiðagerðinu? Já, segðu. Alltaf gerast. Það er nú alltaf, ég hugsa stundum til þín, djöfull var ég til að liggja heima bara sköllóttum með pítsu, maður. Laus við sér helvitis börn og kætingatöruna, maður. Allt rættlið, sópaði þessu öllundi móttuna, maður. Á sama tíma og þú ert að hugsa það, þá ligg ég þunnur upp í rúmi og hugsa djöfull var ég til að vera með 3 börn og einhvern sem elskar mig. Já. Þannig að við erum að hugsa til hvers annars þarna. Það er munurinn að mér að þér, sko, að þú mátt deyja en ekki ég. Já, takk fyrir það. Það er nefnilega, ég ber enga virðingu fyrir einhleypu mönnum. Nei, gaman að heyra og það er að gera að byrja þáttil á þessum orðum. Sérstaklega þegar maður er sjálfur komið börn og svo koma svona einhleypir vitleysingar eins og þú og segja, ég svaf eitthvað svo illa, mér er eitthvað svo illt í bakinu, þá langar mig að skalla alla. Já, en sko, það er eitt að segja að þú byrjar ekki virðingu fyrir mönnum sem er ekki börn. Ég er alveg til í það, en mátt alveg sleppa að segja mig deyja samt. Það er svona, kannski fullt gróft. Já, ég má ekki deyja. Nei, en, ég er ekki einn. Þú veist alveg, ég á mömmu og pappa og systkini og frængur og ég má ekki deyja, Sverrir. Takk þetta tilbaka. Ok. En við Sverrir Þór erum með stórkostlegan þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Sölvi Tryggvason sem hefur heldur betur verið á milli tannan á fólki, hann er í hitaklefa dagsins. Og ekki láta ykkur bregða ef að skópurinn hans koma við sögu í þeim hitaklefa. Já, þau hafa farið víða, maður. Já, samkvæmt nýjustu fréttum á hann 50 stykki og það verður rætt við hann það í hitaklefa dagsins. Svaðalegt. Já, það er, þeir sletta skýrun sem eiga, það er bara þannig. Það er alveg hárið þér. Við erum líka með sturla staðreyndir á sínu stað og það er nú ekki oft sem að, ég er virkilega spenntur fyrir þeim í dag því að það er ein sturlu staðreyndirna Sveppi sem ég ætla að láta þig svo reyna. Ég kem betur inn á þetta eftir. Samkvæmt sturluðum staðreyndum á ekki vera hægt að gera svolítið sem tengist Coca-Cola. Ok. Og í gamla dag þegar við vorum í 70 mínútur og fleiri þætti þá vorum við með tilraun. Já, það er að fara að henda mér í tilraun. Já, og þú ert nú tilraunamaðurinn, það er nú langt síðan, ég ætla nú ekki að henda þér í hvíta gallan samt. Nei. Það er ekki svolítið langt síðan að þú tókst tilraun? Jú, mjög langt síðan. Þannig að það verður tilraun á sínu stað hér í FM 95 Blöð í dag sem að tengist sturluðum staðreyndum. Ó, já. Svo erum við með, skemmtilegt símtal til Belgíu. Við ætlum að athuga hvort að sé Good Johnson æði þar. Já, hvernig er stemmingin í Brugge? Góður vinnur okkar er mættur þangað. Þetta er maður sem hefur spilað með stórliðum á borðið Chelsea og Barcelona en er núna spilað með neðstaliðin í Belgíu og við ætlum að athuga hvort það sé komið svona eins og við segjum Good Johnson æðið þarna. Er eitthvað föss í gangi? Já, er fólk að tapa sér þarna. Og svo er það líka móðir mín og ég get sagt ykkur það bara hér og nú að við náðum sambandi við hana því að það var tekið upp fyrr í dag. Það er orðið virkilegt vesen að ná á henni. Já. Og eftir þvílíka krókaleiðir í gegnum Flugfélag Íslands náðum við á henni mömmu. Og það heyrið hér og eftir og það var ekkert ástæðalaust við vorum að hringja henni í dag. Nei. Ég var búinn að ákveða þetta eftir að við Hjörvar Hafliðason lásum upp í slúðrunni á 50-daginn að mammans Justin Bieber, hún er á lausu og Ryan Seacrest, útvarps- og sjónvarpsmaður, hann kom henni á stefnumót með þekktum sjónvarpsmanni í Bandaríkjunum, einhverjum fréttamanni sem ég reynda að þekki ekki og það gekk vist svona rosalega vel og það er það sama og við Svepp ætlum að reyna í dag. Við ætlum að spurja Múttu aðeins út í hvaða sjónvarpsmenn koma til greina hjá henni ef við förum í sama pakka. Það eru margir flottir þarna á skjánum, maður. Já, og það var nú ekkert leiðilegt að vera með nýjan pappa sem er bara, þú veist, að vinna í sama bransa og svona. Það myndi hjálpa mér rosalega. Já, bara geta gefið hvort öðrum ráð. Taka smá pappastund. Það væri ekkert verra. Vera kannski með Hödda Maggarna heima jólinu eða eitthvað. Hvernig er þetta innmyndaður? Liggu bara og knúsa mömmuðina, maður. Höddi Magg. Hvað heldur þú? Þannig að það er virkilega skemmtilegu þáttur hér hjá okkur í dag þó við segjum sjálfur frá strákanir. En við ætlum að byrja daginn á lagi sem er í miklu uppáldi á mér þessa dagana. Og það er nú bara þannig ef eitthvað lag er í uppáldi á mér þá er það spilað í hverjum einasta þætti svona 34 vikur. Það eru mörg lög alltaf í uppáldi hjá þér. Já, það eru komin okkur núna. Það er ekki öll en ég hugsa ég eigi svona 5-7 lög núna á FM sem ég fíla alveg í tællur. Og þetta er eitt af þeim, þetta er hún Rihanna með sitt besta í langan tíma, Diamonds. Take it away.
Rihanna, Diamonds. Diamonds are forever. Diamonds are forever, segir hann og já, það bara hár rétt hjá þér. Það hefur greinilega misskilist, það var eins og þú hefur sagt þetta lag væri miklu uppáldi á okkur. Já. Það rám. Nei, ég sagði hjá mér. Já. Ég vil ekki að það misskilist út í samfélagið. Nei, þetta var sem ekki sérstætt lag nefnilega. Já, þú ert náttúrulega að vera 30. Þetta víst flott lag. Já, ég að vera 40. En ég manneskja þrátt fyrir vikið og hef tilfinningar og get hlustað á alls konar drasl og sagt bara, já, þetta gott, þetta vond. Já, það bara þannig, ég ætla að vera að fíla þetta lag og vonandi þið, kæru hlustendur, þó Sverrir, svona sé ekki sammála okkur akkurat núna. Þú ert að verða svona einhver, fíla svona, þetta nýja... Ég er ekkert að verða svona. Þetta lag, nei, finnst þér Rihanna ekkert eiga fullt af flottu lögum? Þú varst ekki svona. Þú ert að breytast, maður. Nei, ég er ekki að breytast. Þú ert farin að fíla alls konar shit. Nei. Og svona djöfisins... Justin Bieber og svona. Já, hann eitthvað að koma með góð lög. Hættu þessu og við viljum að fara hérna í slúðurpakka dagsins. Þetta til í smá slúður? Já, mér finnst bara eins og ég sé að missa vinn. Að horfa á því segja svona hluti. Herðu, þetta var góð, mér finnst þetta flott lag. Og mér hafði alveg fundist þetta flott lag fyrir nokkur mánuð síðan líka. Ég get alveg lofaði því. Og ég hef ekkert breyst sveppi, ég skal lofa þér. Ég man bara þegar þú varst sko í dúnúlpunniðinni á Pop TV. Man horfður á hvert einasta myndband og fannst geðveikt. Já, það voru svona lög. Já, svo þroskaðistu. Já. Nú ert það afþroskast. Já, ég er að fara aftur tilbaka. Sko, það mjög fyndið að þú segir ég sé að breytast, að meina móður mín og fleiri hafa áhyggjur að ég sé ekkert að breytast. Nú, Þetta er misjafnt hjá fólki en það er alltaf að komið hér að slúður eftir En veistu hvað þú átt að gera? Hvað? Þú átt ekki að hlusta á neitt. Það er rétt þér. Nema sjálfa þig. Hárið rétt. Það er nefnilega málið. Já. Það er að besta sem maður gerir í lífinu. Að hlusta á sjálfan sig? Já, ekki bara það. Það besta sem maður gerir í lífinu er að hlusta á engan. Já. Akkurat, þetta er viskubrunnurinn Sverrir Þór Sverrisson hérna og vonandi taka hlustendur þetta til sín. Ekki hlusta á neitt nema sjálf ykkur. Aldrei. Má ég byrja á slúðrinu? Já. Ok, hér fyrsta slúðrið er reyndar ekkert gríðarlega merkilegt. Þetta er kannski þótt fréttnæmt fyrir, cirka 20 árum síðan. En Danny DeVito og Rhea Perlman að skilja eftir 30 ára hjónaband. Það finnst mér agalegt að heyra. Já, því að þau voru náttúrulega léku bæði í Staupastein, Cheers. Og fyrir ykkur sem vitið ekki hver Rhea Perlman þá var hún þetta með permanetti eða krullunar. Svona eins og sveppi með brjóst, eða stærri brjóst. Jafn hár með þess að? Já, þú ert eiginlega jafn hár og Danny DeVito með alveg hár og Rhea Perlman. Já, ég á svolítið mikið í þeim. Það er svona eins og þau hafi átt þig. Já. Gæti verið þú sem sonið þeirra. En þau eru búin að vera gift í 30 ár og eiga saman 3 börn. En eru að skilja og leiðilegt að segja frá því. Hvað er að frétta Danny DeVito? Maður hefur ekki séð hann í góðum í teki. Já, en veistu hvað, hann er businessmaður sko. Já. Hann framleiddi, það er nú ekki margir sem vita það. Hann gerði það að verkum að þú horfið til dæmis á Pulp Fiction. Já, ok. Hann framleiddi Pulp Fiction. Já, hann er komið meira í það kannski. Og gerði það að verkum að hún varð að veruleika. Quentin Tarantino kom með handrið til hans og hann hendi pening í það sko. Skemmtilegt slúður þarna. Mjánaði með þetta. Nú er þetta á tannusveppi. Svo er það Guy Ritchie. Það er stórkostlegu leikstjóri sem var áður giftur henni Madonnu. En hann er að eignast sitt annað barn núna með kærustu sinni og kærastan hans heitir Jackie Ainsley. Skiptir kannski engu máli og flestum drullum sama, en þau ætla víst að gifta sig. Hún er bæði ólétt og trúlofuð og ætla þau að velja einhvern fallegan dag á næsta ári, segir talsmaður Guy Ritchie og ég held að hann sé gríðalánar að vera komin í svona pakka með heilsteypta góða konu eftir hennar Madonnu sirkus. Ég veit ekkert þetta en mér líður þannig. Já. Geta ekki verið? Eftir svona sirkus eins og Madonnu að vera komin bara með svona góða konu? Ég eiginlega bara vorkenni Madonnu. Af hverju? Hún er svona eins og, svona sirkusfíll. Já. Skilurðu? Heldur hún sé ekki hamingjusöm? Ég held hún, jú, innst inni, sko. Já. En ég held samt að hún sé svona, hún er svo mikið frík, sko. Hún er svo mikið, celebrity. Já. Hún er svo ógeðslega fræg. Já. Hún er svo ógeðslega, öðruvísi sem við hinn og allt þetta. Hann er svo sitt nýbúin að læra orðið ógeðslega, en ok. Já, hún er einhvern veginn svona bara, getur ekki komið tilbaka sem venjuleg manneskja. Nei, góður punktur. Þannig að ef þú giftist henni, þá ertu alltaf komin inn í einhvern sirkus. Þá ertu bara með sirkusfíl. Já. Já. Hún er alltaf, það er alltaf eins og hún sé dýr í búrið, hvar sem hún kemur, sko. Já, ég veit það. Ég er sammálaður. Þannig að það, já, þetta er rosalega. Svo er það Lady Gaga, sem að ég held að hann ekki farið fram hjá neinum, hún er stödd á Íslandi. Já. Sá með sitt status á Facebook á hann, ég var að spá í að unfrienda þann náunga. Er alltaf verið að gaga á Íslandi. Skemmtilegu brandari þar á ferð. Þetta er svona, menn eru
svona statusar alveg. Já. Alltaf, hún stödd á Íslandi en slúðrið það ekki slúðrið sem ég ætla að segja ykkur af henni. Heldur var hún með tónleika í Barcelona núna daginn rétt áður hún kom til Íslands sem væri nú ekki frásögu færandi nema það að hún tók sér til og ældi á sviðið í miðju lagi og það var ekki hluti af sýningunni þótt ótrúlegt með virðast. Kemur ekkert óvart að hún var ælandi eða skítandi þarna á sviðið svona af því hún með svona hún að reyna að ganga fram á fólki skilur. Hún alveg þannig? Nei, það engin Alice Cooper þarna svo sem en hún alltaf eitthvað svona að reyna að ganga fram á manni. Já, eitthvað svona aðeins. En þetta var bara álag og fetaðan þar í fótspor Justin Bieber sem að ældi mitt á tónleiku líka daginn fyrir 2 vikum síðan. Þannig að þetta verðist verið að nýjasta hjá þessum popstjörnum að gubba. Ég veit það ekki, sko. Nei. Ég ætla nú ekki að fara að setja sjálfan mig á neitt rosalega háan hest. Nei, ekki gera það þá. Nei. En ég hef alveg verið undir álagi. Ég hef verið undir álagi. Svona eins og þau? Já. Kannski munurinn sá að þau eru kannski að skemmta 50.000 manns. Já, svona 80.000 manns á tónleikunum stóð. Já. En þú veist kannski með 30 krakka fyrir framæðin? Já, svona 500, skilurðu, í Borgarleikhúsi eða eitthvað. Já, gerði það, já. Og að gera eitthvað og skemmta á veist. Maður hefur alveg verið undir álagi, sko. Já, en aldrei hefur ælt á sviðið það. Nei. Það sko, en þú rátt að því þegar þú ert undir álagi og ert að syngja Kalla á þakinu þetta í Borgarleikhúsinu. Já, kannski 300 manns, 400 manns. Ég held að það sé ekkert alveg eins og að ferðast allan heim að vera að syngja okkur einasta kvöldir fyrir fram að 90.000 manns, sko. Nei, hvað, þarf maður þá að guppa? Nei, þetta bara, ég veit það ekki. Nei, ég bara varpa þessu hérna upp á yfirborðið, sko. Já, ég bara svona og þið finnst þetta skrítið? Já, ég meina það til fullt af fólki sem undir rosalega miklu álagi, skilu. Hugsaðu að vera hjartalæknir og þú ert bara hringdur út á nóttinni bara til að bjarga kannski barni og bjarga 5-6 mannslífum. Já. Ef að hann myndi æla, það öllum drullu sama. En svo það Lady Gaga þarf að guppa því hún svo miklu alveg. Þetta er slúður, þetta Já, ég veit það, ég ekkert að skamma því, sko. Ég bara svona hugsa upp átt sem ofta hættulegt. Kannski var hún líka bara eitthvað slöpp í maðanum, ég veit það ekki. Aldrei að vita. Fengi eitthvað, hún verið í einhverju landi. Það vonandi hún sé búin að jafna sig, svo hún sé ekki að æla á liði fyrir utan Hótel Borg. Ætlar þú að kíkja á eftir fyrir utan Hótel Borg og tjekka hvort við getum hitt hana? Já, það væri nú kannski ekkert vitlaust ég myndi rúlla þarna fyrir utan eftir. Bara svona kanna stemminguna. Senda sveppa á staðinn og tjekka á öllu saman. Látt síðan að maður hefur farið út úr húsi og svona. Rétt, svo erum við að fara að ringja hérna móðu mína, við ringdum hérna fyrir í dag og vorum að spyrja svona hvaða sjómannsmenn hún vill hitta. Hún tók ekkert allt og vilja, þið heyrið það hér og eftir. Svo Sölvi Tryggvason í hitaklefa dagsins, þannig að það er allt að gerast. Nei, alveg Nick, bara þið sem eru að hlusta, ég og Öddi erum svo að vinna fucking vinnun okkar að hálfa þér nú. Það er veistlega okkur í dag og þetta lag er spilað hér fyrir Chubby Little Swepmen. Oh yeah. The Wild Horses með Chubby Little Loverboy. Oh, nice. It's easy to do the things that you wanted. Well, I bought them for you. A graceless lady. You know who I am. You know I can't let you. Sin and lie. Bergman hér með Wild Horses. Spila fyrir Sveppalingin sem er einmitt mikill Rolling Stones maður. Líkur eða alltaf. Já, þeir eru ennþá á lífi þeir ekki, Rolling Stones? Allir á lífi? Allir á lífi. Já. Ég sá nefnilega helviti flottan ból daginn með Keith Richards. Eitthvað, I outlived Michael Jackson, who would have thought, eitthvað svona. Já, I outlived Michael Jackson, Whitney Houston. Já, og eitthvað fleira. Og einhverju fleiri. Hvað er orðið gamlir strákarnir í Rolling Stones uppi? Þetta er að vera 70 í gæða, sko. Já, og þú hefur farið á tónleika með þeim? Já, tvisvar. Og væri sko til í aftur maður, shit. Er ennþá að spila? Það eru svona... Það hlýtur að fara að minka. Svona nú er ég ekki að reyna að stríða þér. Nei, þeir eru ekkert að spila hverju helgi á gögnum, skilur við. Þeir koma bara saman einu sinna ári, kannski, þeir eru ekkert að spila, þeir eru bara í ruglinu. Já. Þeir eru bara eitthvað að dúlla sér í sínu. Þeir eru allir edrú. Sko, Keith Richards kom einhvern tímann í viðtal alveg bólufriðinn og uppdópaður og sagðist vera edrú. Já, ok. En þá var það því að hann var hættur á heroíni. Já, þannig að ef hann er ekki að fá sér heroín þá er hann nokkuð solid. Já, en ég myndi ekki, það væri hræðilegt ef hann myndi hætti í dópi. Nú? Þá myndi hann deyja örugglega.
Já, meina, líkaminn er svo vanur þessu. Já. Þannig svo pappi þegar við byggum í Tölsa, hann gallaði ekki að fá sig þegar hann fekk sér bara bjór. Hann sagðist aldrei vera fullur af bjór. Það var ekki alveg þannig, svo sá maður hann stundum. Ok. Þetta er svona brennivín böl, en bjór öl. Það hár rétt hér. Og já, við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð og svo ætlum við að leyfa ykkur heyra þegar við hringdum í móður mína fyrir í dag. Það tók, heillanga tíma, við þurftum að fara mikla krókaleiðir gegnum flugfélagið til að ná á henni. Það var skemmtilegt. En við vildum einmitt spurja hana hvaða sjónvarpsmaður væri svona henni að skapi að fara á date með, því að Ryan Seacrest var búinn að koma mömmu Justin Biebers á stefnumót. Heyrum það hér eftir örskamma stund. Yokohama loftbóludekki úr einstakri gúmmiblöndu með loftbólum, kísil og kolefnisögnum, geggjað grip án nagla. Settu þau undir strax í dag. Dekkjahöllin. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Blöð með ykkur á þriðju degi. Auðvitað og Sveppi verða hérna til 6 í dag og það er komið af lið sem er reglulega hérna hjá okkur á þriðjudum. Yes, sir, Bob. En stundur hringjum við nú í mútu bara til þess að spyrja hann út í daginn og veginn. Já, svona ergjana. Já, en við erum með góða ástæði fyrir símhringingun í dag. Já. Hún er reyndar búin að biðja mig sérstaklega að vera ekki að skipta mér að þessu. Nei, það er ástamálin. Já, það er ástamálin, en eftir að hafa lesið hérna í slúðrunni síðasta fimmtudag með honum Hjöbba, fréttum, Ryan Seacrest. Já. Hann sem sagt, mamma Justin Bieber er á lausu. Já, ok. Já, og við Justin Bieber erum nú svolítið svipaðir. Já. Og Ryan Seacrest kom henni á stefnumót með þekktum fréttamanni í Bandaríkjunum og þau bara hit it off og gekk vel. Okay. Og bara skemmtileg stefnumót og allir voru ánægðir. Wow, en hvað hún er létt og líbó, hún Justin Bieber. Já, nákvæmlega og það er bara vonandi að múta sig jafn líbó. Já, ég var að reyna að koma inn á date með einhverju sjónvarpsmanni. Já, ég fór svona að hugsa hvaða sjónvarpsmenn koma til greina samt. Það þurfa náttúrulega að vera á lausu, við erum ekki að fara að splúndra einhverjum hjónaböndum sko. Já. Hvað þetta er í hug? Það er einhver á lausu þarna? Nei. Henni Gunn, sko. Hann er útvarpsmaður en náttúrulega legend í sjónvarpi. Já, hann töluvert eldri mamma samt, sko. Já. Hötti Magg, er hann á lausu, veist það? Íþróttafréttamaður. Ekki, sko. Nei, ég hef alveg fílað að hafa King Hötta þarna um jólinn, sko. Já, hver er í kastljósinu? Sigmar, nei, hann... Sigmar Guðmunds, er hann á lausu? Veit það ekki, sko. Nei, ef við kannski bara spurja mútt út í þetta, hvernig hann list á sig, já. Þóraldur Gunnars, maður. Nei, hann á konu. Já. Hann er reynda til í eldri konur. Já, það er nú eitthvað að hjálpa mútu. Silfur Eils. Ringjum bara í hana. Ég ætla að ringja hérna í heimasímann hennar. Athuga svona hvort að mamma hefur verið til í einhverja sjónvarpsmenn. Já, hvort það myndi eitthvað stoppa að þetta væri celeb. Já. Allavega mamma Justin Bieber til, já. Það eru heimasíminn, ég held að hún sé ekki að vinna. Hún var online, hún er á Facebookinu. Það er ekki bara tvent ekki reyna. Hún er annarkvort í vinnunni eða heima á sér. Er það ekki alltaf þannig? Hvað segir þau? Er það ekki alltaf þannig? Er hún ekki annarkvort heima á sér eða vinnunni? Nei, hvað er þessi bara tveim stöðum, bara alltaf. Hvað er mamma þín bara í vinnunni eða heima á sér? Nei, svo finnir alltaf í keilu og saum og... Herðu, hún er ekki að svara heima á sér, þannig hún hlýtur hann við vinnu. Já, ætlar að ringja ánga? Já. Tökum flugið, hann vil... Flugið Íslands, góðan dag. Já, góðan daginn. Hafdís Sveinsdóttir, er hún við? Herðu, hún er bara ekki við eins og er. Nei, en er hún að vinna? Já. Já, herðu, þetta er smá neyðartilfelli. Já, ég er sko akkurið, þannig ég get ekki hringt henni í símann. Nei, ok, getum við hingrað eins? Getum við ekki hingrað eins á línunni? Með þig, þú er bara að hringja aftur. Já, er hún afgreiðað? Ég bara, veit það ekki, hann sagði að hún væri bara ekki við. Já, ert þú ekki niður á Reykjavík? Nei, ég er á Akureyri. En getur ekki gefið mér samband þangað það? Jú, þú fær bara afgreiðsluna, hingraðis. Já, takk. Flugið Íslands, fjara. Já, góðan daginn. Hafdís Sveinsdóttir, er hún við? Hún er bara fundi. Það verður bara að hringja aftur og eftir, það er ekki flóknar að það. Já, og það gerðum við ringdum aftur, þetta var vesen og ég held þetta að múta hafi verið að reyna að forðast okkur þarna með að láta alla ljúga að við verum á fundi. En við Sveppi, við gáfumst ekki upp og ringdum aftur eftir klukkan 3 þegar fundurinn átti að vera búinn og þá náðum við á mútu, við skulum heyra það. Flugið Íslands, góðan dag. Er það Akureyri? Já. Ég er ekki stemmingar þá? Rosaleg. Það er að snjóa fyrir norðan. Herru, ég sé hann ekki en ég ætla bara að finna að taka hvort hann er hjá þeim hann, hingraðis. Takk. Já, hún gaf okkur bara beint í gegn núna, ekki? Já. Það var ekki... Ég held að það er léttara yfir henni. Já, það er eitthvað vesen fyrir norðan.
Þriðjudagur. Hver stemming á þriðjudag? Það vestudagur vikunum, skil. Nei, mánudagur. Halló. Hafdís Sveinsdóttir. Hvað vantaði þarna? Greið mig. Varstu að funda á hann? Já. Það er erfitt að ná á þér. Nú ég í vinnunni. Já. Hvað þetta að funda svona um? Hvað var þessi fundur? Þetta bara svona almennu fundur, Auðun. Ég að vinna. Þetta bara svona, alla flugvélarnar fóru í lofti í morgun. Já, og þær lentu. Já, klassi. Glæsilegt. Það sé eina sem skjöður í þarna, eða? Er þetta ekki flugvöllur? Það bara með leiðindi, eða? Nei, alls ekki. Langt frá því. Að reyna að ná að þér þessa dagana er bara eins og að reyna að ná á forsetunum, sko. Það væri að reyna að ná á mér. Já. Láttu ekki bara láta það eiga sig að ég væri á fundi, eða? Jú. Við neitum að gefast upp. Ekki að vinna, eða? Við erum í vinnunni, það svo þægilegt. Já, mér finnst þetta frekar leiðilega vinna hjá okkur. Ég nenni ekki að tala við okkur. Herðu, mamma, þetta er mjög stutt, ég lofa. Við erum að ræða eitt við þig. Við vorum að ræða hérna í slúðrun á 50-daginn að mammans Justin Bieber, hún er á lausu og Ryan Seacrest, sjónvarpsmaður og útvarpsmaður, hann kom henn á stefnumót með þekktum fréttamann í Bandaríkjunum. Já, býtu, og hvað kemur það mér við? Það er nefnilega máli, sko. Auðun Blöndal er svona Justin Bieber, Íslands. Pínu. Nei. Ég er svona Ryan Seacrest. Þannig við ætlum svona aðtuga ef við förum að vinna í þessu. Hvaða sjónvarpsmaður er það sem heillaði? Heilum strákar, ég nenni ekki að tala við ykkur. Við erum, herðu mamma. Já. Við erum Já. Sko, við vorum að pæla í hvort að, Hemmi Gunn, hann er á lausu. Það er ekki allt í lagi. Hann er náttúrulega svolítið eins og leið og sofasetti framann. En hann er legend. Svo erum við með King Hudda Magg, íþróttafréttamann. Við vitum ekki hvort hann stjá lausu eða ekki. Myndi hann heillaði? Nei, strákar, hættu þessu. Ég skal bara sjá þessi mál sjálf. Þórhallur Gunnars. Hann er drákon, en Silfur Egils. Strákar, hættu þess. Hvernig líst þér á hann? Verður nú bara hreinskilinn? Nei. Maður er ekki til að hlungast með honum eitthvað. Nei, ég nenni ekki að tala strákar, ég er í vinnunni. Nennu sig. Ok, en Sigmar Guðmunds, skemmtilegur, ungur, hress. Eigum að tala við hann fyrir þig? Herðu, ég skal bara sjá þetta sjálf. Hvað finnst þér gott að borða ef við myndum henda þér á date? Þið þurfum ekki að sjá neitt þetta, ég skal alveg sjá þetta. En Gísli Einars út á Suður? Strákar, ég nenni ekki að tala. Eða Landinn? Mamma? Nei! Heyrðu, hún skellt á það okkur. kom að því, maður. Hvað dagur er í dag? Það er þriðjudagurinn 9. október. 9. október, við náðum ekki ári. Hvenær eigum við ammali? Við eigum ammali fyrstu helgina í nóvember. Við náðum að tala við hana móðina nánast hverju einustu viku í heilt ár. Nei, það var nokkur sem svaraði ekki. Já, nokkur sem svaraði hún ekki, en svona... Aldrei skellt hún á okkur. Aldrei hefur hún skellt á. Nei, þetta bara gerist þegar fólk verður frægt. Já. Hún er orðin celeb og hún er fann að haga sig þannig. Hún bara skellir á og... ætla hún sé ekki bara byrja að breyta kaffinu sinni líka og vilja hafa allt svona einhverja sérþarfur andan á flugvelli. Kemur mig gett og hvað mamma henni kokki. Greið konan maður. Og svo núna næstur þegar ég fyrir mat að fæ að heyra. Því ég var bara lofinn að ræða ekki þetta. 9. október, dagurinn sem að Hatti skellti á. En fannst þér einhver nafnarna sem að hún svona aðeins staldraði við þegar ég var að lesa þetta upp? Var eitthvað þarna sem var að hylla hana meir en annars uppi? Hvað fannst þér? Hemmi Gunn, Huddi Magg, Silfur Egils, Sigmar Guðmunds. Sko náttúrulega það er alveg sama hvað aldrei kona er. Enginn þeirra myndi sparka Þórhalli fram úr. Það er hárrétt hér, við skulum bara enda þetta þannig og hjóla í eitthvað skemmtilegt lag. Þetta er uppáhaldslægi alveg mömmu. Já, kýlum á það. Sveppi með ykkur hér á þriðjudegi. Verðum hér alveg til 6 í dag. Styttist í hitaklefa dagsins og það er Sölvi Tryggvason, maðurinn sem á 50 skópur. Ég held að það ekki farið fram hjá neinum á Íslandi. Nei. Hvað ná mikið að skóm og ekki láta ykkur bregða það þó að svo spurning komið fram í hitaklefa dagsins. Hann er hér rétt og eftir. Það er eins og að komið núna að uppáhaldsliðinu mínum í þessum þætti. Hann er daglega og heitir Sturlaða staðreyndir. Já. Og það vill svo skemmtilega til að í sturluðum staðreyndum í dag, svo Eppi veit ekki alveg hvað er að fara að gerast, að þá er ein staðreynd
sem að þeir vilja meina sé ekki hægt og þú ert að fara að taka eina tilraun hér á eftir ef þú leggur í hana. Ég get nú ekki pintið í þig. Ok. En þú verður ekki hvíta gallanum eins og í 70 mínútum. Nei. En fyrir ykkur sem að fylgja mér á Twitter þá skora ég okkur að kíkja inn á, ÖTB núna. Þegar ég var að setja mynd af því sem að fara að gerast hér á eftir og þá sjáum við magnið sem að, hann að fara að reyna við. Ekki að fara að láta mig eitthvað helvítis drasl. Komum inn á þetta allt hér í Sturlun staðröndum og ég ætla bara að byrja á fyrstu tilbúin. Þetta fannst mér svolítið áhugavert. Sólin minnkar 11 cm á hverri sekúndu. Wow! Já, er þetta ekki svolítið mikið? Hversu stór hún eiginlega? Sæll. Nóg til að sól. Svona líka maður. Er ekki hægt að setja smá að þessu einn á Íslandi? Hvaða rugl er þetta? 11 cm á sekúndu, bara síðan ég byrjaði að tala þetta þá eru hortnir svona 50. Já, bara frá 44 eða eitthvað. Bara frá því að ég fættist. Já, getur rétt ímyndar, ég er ekki fara að reikna. Það bara, veist, hvað var hún stór þegar ég fættist? Augunni týndust bara þú fórst að reyna að reikna þetta. Þetta er alveg legend. Svo er það næsta, þú getur orðið skakkur á því að reykja gulrætur. Já! Nú eru einhver þarna úti sem að... Í hvaða formi? Þurrkar þetta upp? Það veit ég ekki. Hvað er ég með eitthvað dóphæli heima hjá mér? Nei, býttu, þú þetta getur verið með eitthvað dóphæli þótt þú viti hvað það er að gera. Til þess að verða skakkur á gulrótum? Já, ég meina þú lítur að þurfa að þurrka þetta upp. Já, ég er bara að kveikja beint í henni. Ég er bara að setja þetta bara... Setja bara gulrót upp í sig og... Puffana í smá. Helviti er maður samt langt leittur þá. En menn kíkja á þig bara eitthvað, hvað ertu að gera? Ég er bara að reykja inn á gulrót. Nei, alveg. Þá ertu ekki að skrapa botnið þá? Já, þegar þú ert farin að mylja gulrót í hálfan lítra og skúringaföt heima hjá þér. Bara, mamma! Hvað ertu að gera? Hvað eru gulrótið þar? Eyju, mamma, keftu fleiri. Snarrugla rúllíku sem heimtar svona baby carriage. Svo er það næsta. Já, ok, hérna er sturlaða staðrindin sem að við ætlum að á ekki enda á henni. Sem að ég ætla að láta þér einu á eftir. Við endum á henni, en svo er það næsta. Prumpufíla er verst í sturtu út af hitanum og rakanum þar inni. Já. Þannig að þeir samkvæmt sturluðum staðrindum að þá verður lyktin verst þegar þú sleppir einum í sturtu. Já. Og það er náttúrulega... Það er bara alls þar sem er mikill hiti og raki. Já, svo prumpar í guðubæði, sko. Já. Það fyrir allt í rugl, þá. Já, viðbjóður. En hún leitar upp, þannig að það er gott að fara upp og prumpa þar, þá fer hún beint upp og er farin. Já, bara svífa hann guðubæðið og sleppir. Já, hún kannski fer ekki út. Hún bara er. Það er skemmtilega pælingar við förum á... Ég prumpa í heitum potti, kemur svona bublur. Já. En ég hef ekki fundið lykt. Nei, þetta er rugl í vatninu. Spurning. Svo er það næsta. Somebody that I used to know með Goite. Já, er vinsalasta lag Póllands frá upphafi. Nei! Sturlu staðurinn. Pólverðar eru illa sátti við Somebody that I used to know. Somebody that I used to know. Getur þetta að spila það hér á eftir fyrir Pólverðina? Já, gott lag maður. Já, það er nóg að þeim hérna heima maður. Já, og örugglega nokkur að hlusta. Þannig að, já, til hamingju með þetta. Pólverjar sem er að hlusta. Þetta er topplag og aldrei að vita um ég hendi í það hérna fyrir ykkur á eftir. En hvað heldur að sé vinsalasta lag Íslands frá upphafi? Hefurðu pælt eitthvað í því? Vinsalasta lag Íslands frá upphafi? Já, ef þetta er Somebody that I used to know í Póllandi. Það er bara, veist, þú líði ára og öldu með Björka Halldórs eða eitthvað? Nei, ég man bara sko að hérna lagið Nothing Compares to You með Sinead O'Connor, það var í einhverja mánuð á toppnum á Íslandi, en ég held svona, við þurfum eiginlega að ræða þetta bara við Ivar Cut Munson á bylgjunni. Ef einhver veit þetta þá er það. Ég man sko eftir því þegar það var á toppnum sko, þá söng ég alveg hástöðum og tók upp á kassettu bestu lögin og á sama tíma og Nothing Compares to You var að koma út, þá var annar lag sem ég hans betra. Já, ok. Og það var hérna You got what I need. Já, ok. Cause you say he's just a friend. Ok, skemmtilegt. Já, ég ætla að halda áfram með þetta með sturlaða staðreyndir. Það er næsta. Gott lag. Menn með homofóbíu eru oftar en ekki skápahómar sjálfir. Sturlu staðreind. Þetta hérna... Þetta hvað? Verður að fara að minnast á eitthvað félaga? Skrítið, þetta komið frá þér. Ég er með enga homofóbíu. Það er bara með svona snertifærni. Já, það er einnig með. Það skiptir engum máli hvort það sé samkynhneigður maður eða ekki. Nei, það er rétt, ok. Svo er það næsta. Að setja vodka í andlitið á þér er gott fyrir húðina. Já. Það er að gera fyrir eitthvað sem nóa þess heima okkur. Það kostar ekki með 9 skall flaskan. Bara skvett í andlitið á sér. Já, þú þarf nú ekki mikið. Nei, það. Það er hérna... Það er eitthvað maður. Já, þetta er enda, ég hef nú séð þig þegar þú fengir aðeins svo mikið af pappakóki, þá ertu nú byrjar að negla þessi andlitið á þér. Já, þetta snýst einhvern veginn ekki alltaf að heitt upp í sér, sko. Nei, það er bara að hafa gaman að þessu og svo er þetta líka gott fyrir húðina.
Svo það næsta. Kínverjar eru byrjar að bjóða upp á meðferð fyrir tölvufíkla, sturlu staðreind. Og þetta var spræðislegt. Þetta ekki hægt á Íslandi held ég og fleiri stöðum. Það kemur að því. Já, en það er ekki eitthvað sorglegt við að setjast í hóp með mönnum og segja Auðun Blöndal heiti ég og já, ég er World of Warcraft fíkil. Já, tölvufíkil. En þetta ekki eitthvað sem hún getur gert bara heima og þarf ekki að mæta á fund? Það ferð online. Þú ert bara heima þér. Góðan daginn, ég heiti Einar Björnsson, ég er tölvufíkil. Það þarf enginn að mæta, það allir í tölvunni. Spáðu líka ef einhver ekki mættur á fund og eins og þú ert með svona AA-fundi, þá ertu með svona sponsor, fattur sem er að passa upp á þig. Svo eitthvað að byrja, hvar Sverrir Bergmann, okkur hann ekki mættur hérna? Ég veit ekki, herðu, kikið og fyrir ykkur í tölvuna. Ég sé hann online hérna, hann online á Facebooki, hann ekki hættur, þú getur fylgst vel með hvort hann sé að klikka eða ekki. Svo það næst síðasta. Brúðarmeyjar voru upprunalega í brúðköpum til þess að tæla brúðgumman og sjá hvort að hann væri ekki staðræðinni að eyða ævinni með brúðinni. Já. Þannig að þetta nú breyst aðeins, núna þetta bara bestu vinkonunnar. Það challenge maður. Já, það var svona það eitthvað svona. Já, það verið að reyna einhvern veginn að... Reyna að skemma. Já, minnst það alltaf lélegt. Reyna svona að tjekka. Já, langaði í mig. En það hægt í dag, sem betur fer. Sem betur fer. Já, var mikil pressaður í þínu brúðköpi og voru fallega brúða með þér? Já, nú er þetta bara systir konunnar. Já, förum ekkert út í það. Þá það síðasta sturlaða staðreyndin og hún tengist einmitt tilraun dagsins sem ég ætla að reyna að henda hér á sveppa. Já. Ef þú sturtar upp í þig jafn miklu af hreinum sykri og í hálfum lítra af kók að þá æluru. Já. Sturlu staðreynd og það eru víst einhver 80 grömm af sykri. Já. Í hálfum lítra kók og ég búinn að setja mynd af þessu inn á Twitterinn hjá mér þannig að þið getur séð hvað mikið í skálinn og nú ætla ég að sýna þér þetta. Já. Það svona mikill sykur í hálfum lítra af kók. Já. Þetta slattið maður. Já, þetta er viðbjöður. Heldur að þú getur kynnt þessu í einu? Öll í einu? Aðeins æla. Eina vonda við, ef þú getur, þú ert reynda með stálmaga, þú gæti getið skít held ég. Já, ég gerði það reglulega. En sko, þetta ef að þú getur það, þá ertu pínu að eyðileggja fyrir mig sturlaða staðreyndir. Já, þá er þetta undantekningin. Já. En ég sko, fyrsta sem ég hugsa. Já, þetta er rosalega mikið. Já, þetta er mjög mikið. Já, mikið sigri. Þetta er spurning hvort þetta sé svona eins og kanillinn, sko, hvort það verið þurrt og... Já, en þá myndir ekki æla eða? Það er ekki bara sykursjokk af þessu? Ég veit ekki, þú getur orðið geðvið tress svona í kortir með mér og svo ertu hann ríkala slappur síðasta hálftíman í þættunum. Nei, menn fá sér af kannski pínulítinn súkkulaði bita svona til þess að vera á tánum, loka... Já, ég veit, en ef þú drekkur eina kók þá ertu að innbyrða svona mikið sigri hvort þið er, sko. Já. Þannig eins og ég segi, sturlaða staðreyndir, ef að Sverrir Þór Sverrisson, stálmaginn sjálfur, maðurinn sem kann drukkið hvað sem er í ógeðstryknu, getur ekki kleift þetta á hans æla, þá getur það enginn held ég. Þannig að við ætlum að fara hérna í eitt lag með hann undirbýrsi og svo förum við í þessa tilraun. Ég þarf að fá vatn og eitthvað. Og já, náðum í vatn og þetta hér er sérstaklega spilað fyrir pólverinn að núti. Take it away. Þetta er víst vinsalasta lagi sögu Póllands. Nei, já þetta, já, Goitje. Herru, klárum þetta lag fyrir pólverina og svo hendu okkur í sigur. Somebody that I used to know og samkvæmt sturluðum staðrindum vinsælasta lag Póllands frá upphafi. Og talandi sturlaða staðrindir að þá erum við að fara að gera hér tilraun sem að, var einmitt í sturluðum staðrindum hvort það sé hægt að gleypa 80 grömmar sigri sem eru í hálfu lítra kók án þess að æla og tilraunamaðurinn okkar og stálmaginn Sverrir Þór Sverrisson er búinn að fara hérna og sækja sér vatn og glemdur vatninu, fórst ekki fram til að sækja vatn? Já, og svo fatt að ég þarf að pissa, svo fór ég að pissa og kom bara aftur og glemdi að sækja vatni. Ok, viltu sækja? Nei, ekki bara. Ok, verður með rusl þarna tilbúið. Með rusl? Þú skildir æla og nenni ekki ælir hérna eitthvað í stúdíói. Það er tunna hana, hentu þessari. Og hann er að gera sér hérna kláran. Þetta er, ég þarf að lýsa þessu. Fyrst að þetta er nú í útvarpi en ekki í sjónvarpi. Þetta er nánast hálf skál af sigri. Þetta er viðbjóðslega mikið. Þetta er 80 grömm. 80 grömm, maður. Já, og hann er að fara að prófa þetta hérna. Hafðu nú mækin hjá munnunum að þetta þú setur þetta uppi. Það er vatn, já, vatn. Þetta er eitthvað gamalt vatn, það skiptir engum máli. Gamalt og nýtt. Herðu, þá er það bara... Á ég að hella þessu svona bara, úr skálinni, eða ætla þessi betra að hella þessi glas úr glasi, sko? Ég veit ekki, þú mátt gera bara þetta á að vera í einum sopa, það er eina sem ég veit. Já, það er svolítið erfitt að hella drekk úr skál, sko. Já, ekki nema opnið, bara galopnið á því kjaftin og neglir þessu uppið, sko. Já, það stóð náttúrulega aldrei neitt annað til. Þú ert ekkert eitthvað með lítið op á munninum en til að þú ert að drekka úr skál. Nei, þú mátt gera þetta bara alveg svo vilt. Takk að fyrir. Ég ætla að hella þessu hérna í lítinn kaffibolla. Ég er mjög vanur að drekka úr kaffi upp og sí. Já, mann að setja þetta hérna ofan í bollan sinn og ofan í kaffibolla.
Þetta er næst sko, hann með svona lítinn Merrill kaffibolla og hann nánast fullur af sykri. Þetta er þetta ekki bara jafn mikið og setur af kaffi í þennan bolla? Ef þú væri að fá þér kaffi? Já, það væri nú aðeins meira kaffi, sko. Þetta er alveg tæplega, það væri aðeins meira, en þetta er alveg heavy, sko. Ok, færðu mækina aðeins neðan, hann við heyrum mér. Það er sá hvort þú kúist eða eitthvað. Ok. Já, þú vilt að ég æli og gubbi og kúk í mig helst eða ekki? Ég myndi glæðja þig. Ég er bara að tjekka hvort það sé eitthvað marka sturlaða staðreyndir með þetta. Stu tilbúinn? Já. Þá er það bara 1, 2 og neldu svo niður. Á ég bara reyna að kynkja það? Já, þetta er ekki sama á þetta. Nei, ég ætla ekki út í það. Ok. S-Traffic 4? Ok. Þetta er prófa. Já. Þetta er svo mikill sigur, maður. Já, ég er spenntur, ég veit það. Þetta er rosa mikill sigur. Þú verður í góðu skapi alveg til 6 í dag en svo leggur þú niður. Ok, prófum. Já, hann er byrjaður, hann er að negla þessu upp í þig. Vá, hvað er mikið. Já, allt uppi, kynktu, þú voru að kynkja bara, held og kynkja. Já, allt í einu og kynktu þessu öll í einu núna. Það fór allt upp í hann. Hann með tróðfullan kjafta sigri. Kynktu. Getur það? Nei, nei, þetta er farið. Nei. Ertu að kynkja þessu það? Aha, það er ekki hægt. Nei, en þú ert ekki að æla samt. Hann er reyður, þetta tyggir það bara eins og nammi. Þú ættir að kynkja, sko. Nei, þá er það rétt við stjórnlega staðnend, en þú ert ekki gubbandi hérna, sko. Já, þetta er ógeðslegt. Oj, já, þetta fer ekki niður. Nei. Þetta er viðbjóður, ég þarf eiginlega að taka mynda þér svona. Ég er að reyna að kynkja. Já, sko, ég sé bara, kjafturinn að það er alhvítur, sko. Þetta er ógeðslegt. Já, þetta fer ekki niður. Þetta er bara svona eins og kanillin nema ekki að þurr, eða. Þarna kom smá gubb. Þetta er fyrir Sturla staðhrindur hafa rétt fyrir sér. Ói, anskotin Sverris. Ói. Bokk. Herru, taktu hérna, taktu ruslatunna. Settu þetta ofan í þetta, ekki vera að óipast, ekki vera að setja. Var það komið? Ég kom. Já, hann kúaðist og... Já, ég þurfti bara að kúast einu sinni vel, sko. Já, þá reyndir að setja þetta allt niður. Þannig að þetta er rétt hjá Sturlum staðhrindum og getur ekki sett þetta allt niður í einum bita. Nei, og það er ekki einn gefinsendi allt að segja á því. Þá gráta allir maður. Við ætlum að fara hérna núna í nýjasta Adele-lagi, það heitir Skyfall og tengist nýjastu James Bond bíómyndinni. Svo er það hitaklifi dagsins og það er hann Sölvi Tryggva, The Man with 50 Shoes. Í lagi með þið? Hæ? Varst ekki vatnandværi eitthvað? Jöfnsis, alls. Þetta er ógeðslegt. Ég veit þetta ógeðslegt. Sæll. Þetta er rittur. Flott lag hér að ferð með Adele. Hún klikkar ekki frekar en fyrir daginn. Skyfall, nýja Bond-lagið. Það styttist í að við hringjum til Belgíu. Það er réttar að setja til Brugge til aðtúa hvort það sé eitthvað svona nett Eiður Smára Guðjónsson fífur hérna í þessum smábæ. Já. Aðtúa hvort að fólk sé að tapa sér og svo ætla Sveppi líka að kíkja nú á Hótel Borg að leita Lady Gaga. Já, ef ég nenni, já ég að fara, já. Já, við erum að henda það langa eftir. Ef einhver geta, þú tekur bara FM 957 passan með þér og stoppar það ekkert. En það er eins og að komið af dagskrálið sem er, vikulega hér hjá okkur á þriðjudögum. Hann heitir Hitakleifin og það er sigurpabbi í Hitakleifa dagsins. Hann heitir Sölvi Tryggvason og komst í, Kastljósunum daginn eftir að hafa uppljóstrað þjóðunum það. Hann ætti 50 skópur, mikið gengi á hjá honum. Greið kallinn. Já, þetta er nú toppmaður. En það er bara ekki eftir neina bíða. Við skulum bara fá hér Hitakleifa dagsins með Sölva Tryggva. Gjörðu þið svo vel. Ég hef klikkað þetta, maður sjá. Og kemur þetta, hérna ætti að koma Hitakleifi dagsins. Halló? Er það Sölvi Tryggvason? Það passar. Komdu sæll og ertu velkomin í Hitakleifa dagsins. Takk fyrir. Sölvi, hvað ertu með margar lappir? 30. Hvað hefur að gera við 50 pör af skóm? Til þess að setja á þessum 30 lappir. Þú lýgur því! Já, ég lýg því. Þú ert fíkill! Það er rétt. Hvaða skóm ertu í núna, drengur? Ég er á sokkunum. Hver er þetta í sokkunum? Þú áttu mikið að skóm? Svaraðu! Þetta verður berst. Áttu myndin af þér þar sem hún liggur í öllum skónniðinum? Já. Sefur í skóm? Stundum. Hvað áttu mörg belti, drengur? 10. Akkur notarðu þau ekki til að halda buxunum uppi?
Ég geri það. Hvaða húðkrem ert að nota, drengur? Ekkert. Akkur hattar homma? Ég elska þá. Ertu hommi, Sölvi? Nei. Segðu sannleikann! Það er sannleikur. Varstu einhvern tímann að æfa skylmingar? Já. Hverjum er ekki drullu sama? Gast ekki valið betri íþrótt? Nei. Hvernig gengur með ævisögu Haffa Haff? Mjög vel. Þú ert að gera einhver æfisögu? Já, Haffa Haff. Nei! Jú. Það var Jón Páll eða ekki reyna að vera að finna þetta? Jó, Jón Páll. Hvar ertu núna að byggja upp munaðarleysingahæli? Í hvaða landi? Á Haítí. Þú ert æðislegur! Akkungu fyrir strákum mínir. Af hverju ertu svona allt og fallegur? Ég veit það ekki. Þú ert svo góð manneska, Sölvi! Það er ég ekki. Ég hef mína gallna eins og öðru. Nei! Jó. Það er ekki hægt að hata þig! Jú, víst. Þú ert með svo þykkt og fallegt hár! Aldrei gleyma því! Mér langar í þig, Sölvi! Takk fyrir mig líka. Ég má láta verða þessu. Hvað er upp á skóparið þitt? Það er skóla. Æ, það er öllu sama! Þegiðu bara og takk fyrir komin í hittakljóðan! Þess að er. Æja, hvernig fannst þér að koma frá þessu? Hann er alltaf léttur, sko. Já, sérðu andlitið á mér. Þessi reyndi á, veistu á hverju? Af því hann byrjaði að fyrir töðunar með að því hann er svo fallegur og góður. Ég þarf að hugsa það. Ég er með allt lóðrétt niður um mig. Sköllóttur og aldrei sér munaðarleysingahæli. Nei. Hann ferðast allan heim að gera lífa annara betra. Já, og er að gera æfisögur. Ég veit það, maður. Herru, þarna fór röddinn. Þetta var hittaklefi dagsins. Sölvi Tryggvason eins og hann gerist bestur. Á, topp eindakarnaferð, það er bara þannig. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Tryggðu Extra eftir hverja máltíð og komdu í veg fyrir tannskemmdir. Extra, gott bragð fyrir heilbrigðar tennur. Snjallsímarnir okkar fara vel í vasanum þínum og þeim líður einstaklega vel á stærsta 3G-neti landsins þar sem þeir fá 10 GB fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Nammi nam. Nýr og gómsætur matseðill. Nam nam. Enn einn ártúnsáða. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Að ringja til útlanda. Ó, já. Fyrra símtalið okkar til útlanda í dag. Já, við hérna höfum lagt það í van okkar að ringja reglulega til útlanda og til einhverja landa sem við ringjum aldrei til. Já, en þetta, ég hef reyndar aldrei ringt til Belgíu áður, en þetta tengist ekki þeim dagskrálið. Nei, það er rétt. Ef að ringja eitthvað annað á þetta kannski? Já, ég er Argentínu eða eitthvað? Alveg til að skoða það, sko. Já, ég er sammála því. Jafnvel Afríku. Já. En það sem við ætlum að gera núna er að, já, góðu vinnur okkar, Eiður Smári Guðjónsson. Já. Hann er kominn til stórliðs í Belgíu sem heitir Cercle Brugge. Já. Og hann er einmitt að gefa út bókina á botninum í Belgíu núna. Já, las maður eitthvað það. Nei, en hann er að koma sér í formstrákurinn. Já, hann skoraði nú mark daginn. Já, í fyrsta leik. Í fyrsta leik og var það með aðaliðinu. Já, já. Þannig að aðaliði þeirra er svona svo varalið Barcelona. Já, öruglega, ég held með þess að varalið Barcelona sé töluvert betra, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Nei, það er hárið, hann er alltaf að vinna. Já, hann er í vinnu. Hann er í vinnu og við gleðjumst við því félagarnir. En það sem að, já, hann er núna stattur þarna í Cercle Brugge sem er eitthvað lið í Belgíu. Já. Og ég verð nú að viðurkenna, ég fylgist vel með knattspyrnunni, ég hef ekki heyrt þetta lið. Nei. Áður en að hérna, samt enn og Íslendingur þar. Já, Addi Vitt maður. Já, hann er stattur þar. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að ringja þetta í sportvöruverslun í Belgíu og athuga hvort það sé komið nett smá svona Eiður Smára Guðjónsson æðið þarna. Er eitthvað fíver í gangi? Eru raðir fyrir utan sportvöruverslanir að kaupa treyjur merktar Guðjónsson? Já, tjekkum að það, hvort þið sé að selja eitthvað og hvort þið bjóðu upp á það og svona. Já, það er ekki vitlega sko. Og Brugge, ég hef komið á það. Já. Ég fór inn í svona tónleika þarna með Bob Dylan. Það er ekkert annað. Já, kallið minn. Og hvað, þegar maður upp á sitt besta? Já, 63. Hérna, nei, sko, málið það að Brugge, eða Bruges, eins og þetta kallað. Þú ert svo góður í Belgíu, sko. Takk fyrir. Og það er sko bara korter frá Frakklandi. Já, ok.
pældi þín maður. Já, skemmtilegir. Já, fínir fróðleiksmálur. Þetta afskaplega fallegu bær og það gaman að fara þarna sumrin og það hægt að sigla í svona síkjum. Þetta svolítið eins og Amsterdam. Þetta náttúrulega þarna svona, einhvers staðar. Hvað bara tali hérna? Já, menn að panta þetta alveg í röðum, sko. Ég get nú sagt það sögu, einhvern tímann lét maður með árita treyju, IR-treyju sem átti að vera merkt Guðjónsson og það stóð aftan á henni Guðjónsson. Finnst þið það ekki fyndið? Brandano St. Andries, goedemiddag met Aal. Yes, hello. Do you speak English? A little bit. A little bit. Is this a sport shop? No, just shoes. Yeah, you sell sport shoes? Yes. Okay, so you sell football shoes and stuff? Yes. Okay. We were wondering, is there a fever now in Bruges? Is there a what? You live in Brugge? Bruges? Yes. Bruges. Expressweg. What? It's the Expressweg. Expressweg. Yeah, I mean. Is there a Gudjohnsen fever there right now? No. No. Okay. Do you know Gudjohnsen? He is playing for the team, you know. Cercle Brugge. No, I don't know football, I'm sorry. You just sell the shoes? Yes, I sell the shoes, but that's not... You don't watch the game? Do you know who Eidur Gudjohnsen is? No. No, okay. Is there somebody in your shop that knows something about football? No, I don't think so. No, okay. Is there someone else that we can talk to? No, it's only me. Is there a customer in the store or something? Yes, but I don't have time for this. I'm sorry. Can you put the customer on the phone? Æ, hvað var leiðin? Jöfusins, belgíska, belgar algjör. Sitt á þér, út barnastjarna. Það einhver önnur sporturöðslun, ég ætla að reyna hana. Það sem ekki, hún var að selja bara skó. Já, herðu, hvernig getur þú að selja fótboltaskó og veist ekkert fótbolta? Ég lík vitleisa maður. Þannig svo við myndum bara vera hérna í útvarpinu og vita ekkert tónlistina. Á hvaða stöðu ertu? Ég veit ekki, ég er bara að tala. Nú, ringir eitthvað annað. Ertu með sporturöðslun? Já. Brandano St. Kruis met Vanessa. Yes, hello. Do you speak English? A little bit. A little bit, yes, nice. Good, very good. This is a sport shop, right? No, not a sport. Everything. Ladies, gentlemen, kids. Yeah, okay. A little bit sport. And some sports, okay. You are in Brugge, right? Yeah. St. Kruis. What me and Sveppi, we were wondering, do you know a player called Eidur Gudjohnsen? No. I don't know. And do you watch football? Yes. Yeah. Do you know the team Cercle Brugge? Yes. Yeah. And Eidur Gudjohnsen, who played for Chelsea and Barcelona, he is there right now. You don't know him? No, he just signed a contract and now he's playing and he scored a goal for a couple of days ago. Yeah. Já, hverjum ekki strullu sama. I'm a Club Brugge fan, so... Okay, you like the other team there? Yes. So there is another team there? Yes. Do you sell football jerseys? No. Frábært. So there's no Gudjohnsen fever there in your store? No, we don't have it. You don't have it, okay. So you don't know Gudjohnsen? No. And is there someone else working there? No, I can help you. Can you put someone else on the phone who is working with you? Voðalallir þreyttir hann eitthvað maður. Just put somebody on the phone. We need to talk to somebody else. Can you please help us? No, I stand here on my... there are people on the casa, thus I don't can... Okay, can we talk to the people on the register? Can we talk to them? No. Please be liðleg, sko. Æja, herru, það dóða... Hvað ertu með frosk sem svipningingu? Nei, þetta hérna... Það skiptir ekki máli. Það allavega þá gekk þetta ekki, það verðist ekki vera þessi Gudjohnsen fever þarna. Við hringdum í 2 verslanir í Brugge og þetta er ekki the shit. Ef að prófa bara eitthvað í Brugge? Nei, þetta er komið bara. Ef að fólk sem er að vinna í verslunum, það veit ekki, sko, íþróttaveruverslunum, veit ekki hver hann er. Nú talaði náttúrulega 2 konur, sko. Ég veit að hann þurft gaur, sko. Gaur sem fylgist með fótbolta. Ég er alveg sammála því. Við skulum gefa Gudda það að við lendum ekkert á skörpustu fótbolta áhugamönnum hann, sko. Þetta var ekki björtustu ljósin í seríunni. Það er hárrétt hjá þér, en við reyndum að tjekka þessu allavega. Við sjáum til hvort við tjekkum á þessu eftir. Já. Hér með Warrior. Fólk var ekki alveg að kveikja þarna. Jú, sko, fólk kannski
Fólk kannski alveg að kveikja í bruggi en ekki einhverja tvær konur sem að vinna í einhverjum íþróttavöruverslun. Nei, við getum ekki sett þetta sem Nei, við erum nú að gefa sama sem merkjum að enginn veit hvað er að gerast. Nei, við erum nú að gefa Gutta það ef hann nú að labba London eða aðrar stórborgir þá er hann nú oftar en ekki stoppar í myndatökur eitthvað en þessar konur það voru ekki með á nótunum einhvern veginn. Nei. En við hann þurfti að heyra í einhverjum gaur. Já, það er bara basically skitt á sig hann í beinni útsendingu. Það er bara það sem að þær gerðu. Það er bara þannig. Það er bara frömdu sjálfsmorð í útvarpi. Það er bara þannig. Það styttist í að Sveppi alltaf kíkja hérna á Hótel Borg og reyna að finna Lady Gaga. Ég er að skoða þetta myndi, það er fullt af liði búið að hanga þarna fyrir utan hóteli í dag. Ég get svo sem ekki verið að rakka það niður, hljópa eftir Manchester United liðinum allan flugvöllin eins og fertugt smábarn. En pínu skrítið samt að hanga fyrir utan Hótel Borg að bíða til Lady Gaga. Nei, kannski ekki að þú ert að huge fan. Nei, nákvæmlega. Ef að Jaggerinn væri þarna þá væri ég svo eittur þarna fyrir fram að bara. Tala ekki þú væri 15 ár, skilur. Já. Og ég verð nú að gefa henni það, myndirna henni á netinu og svona, ég ránaði með henni, maður er loksins að fá að sjá hvernig hún lítur út. Já, hún er hugguleg. Bara hugguleg til fara og haga þenni eins og manneskja. Já. Ég ránaði með henni. Sveppi ætlar að kíkja þetta niður eftir og reyna að finna hana fyrir okkur og reyna að fá viðtal við hana. Já. Ef þú fær viðtal við hana, þá máttu ráða hvað ég gerir fyrir þig. Það er 0 möguleika. Nei, ég veit það. Reynu það samt. Ekki, með þessu attitúti ertu aldrei að fara að fá viðtal við hann. Ég get alveg lofaði því, Sveppi. Það er ekki glæðið. Hættu þessu, reyndu að vera optimistic. Vertu bjartsýnn. Nei, þetta verður ömulegt. Allavega viljum að senda þessa litla þunglindu kjötbólu þetta liður þetta smá að reyna að ruggla hans í liðinu og reyna að fá viðtal við Lady Gaga. En svo er líka lagi á leiðinni heim sem að tengist nú deginum í dag. Þú búinn að finna lagið? Já, það verður að vera John Lennon, maður. Nú er það? Já, hann ammali, hefði átt ammali í dag. Já, rétt. Heitin, þess að það verið að kveikja friðarsólinu og svona. Já, það er eins gott að það sé rétt lag sem þú valdir. Ég er með lag sem að tengist mér svolítið. Hvað er ég? I'm a loser, baby. Hvað, jealous guy? Það er gott. Það er eitt upp á slæmið með hann. Já, svo er líka I'm just sitting here watching the wheels go round and round. En það er ekki svo John Lennon, ég er bara eitthvað tvö lög, sko. Við getum verið allan dag að syngja öll lögin hans. En er þetta ekki saman með Jealous Guy? Gerum það. Við erum hérna í allan dag og syngjum lögin. Help! I need somebody. En ég var að spáði hérna áður en á drífið þetta niður til þá var ég að spáði að segja frá því að það er einhver klámsíða hérna sem heitir Pornhub, ég veit nú ekki, greinlega einhver síða sem að til er og Þetta er eins og það er aldrei farið á hana. Dreifi klámi og það sem að, já hún er að gera núna er að það fer 1 cent af hverju vídeo sem er hort á núna á Pornhub, það fer til styrktar krabbameins rannsókn og svona því að bleiku mánuður, þannig að ég veit ekki hvað ég var bara að lesa þetta og mér fannst eitthvað við þetta en það er, við getum ekki það bara í þennan mánuði það? Já, bara hérna í október, það er svona bleiku mánuð, við þurfum nú að gera eitthvað líka finnst mér hérna FM 95 blöð að reyna að safna, þetta er náttúrulega eitt besta málið sem við finnur og margir sem að hafa Þannig að ef það er einhver tíman sem að það er réttlæti það að maður sé að skoða klám á netinu, þá er það núna. Þú gæti sagt við Írisi bara í kvöld ef hún myndi koma að þig bara, hvað ertu að gera? Ég er nú kannski bara að styrkja krabbameinsfélagið, það er lagið þín. Ég er bara að styrkja gott málefni. Þetta er bara mín leið til þess. Hypjaði út og hendi mig pappir. En allavega, þá er ég búinn að koma þess á framfyrir, ég veit ekki okkur. Þetta gæti ekki enda vel þessu umræða, ég vissi það allan tíman en þetta er æðislegt. Hættir að ræða þetta, við ætlum að fara hér í örstuð, skilaboð, 1 lag og svo ætti þá, hvað ertu lengi að brunna þarna niður á Hótel Borg, Sveppi, á þessum jeppaðinum? Ég er eldsnöggur. Eldsnöggur. Fáum auglýsingar 1 lag og vonandi verður Sveppurinn mættur fyrir utan Hótel Borg þegar ég hringi hann og hann ætlar að reyna að fá viðtal við Lady Gaga, ekki missa því. Dragðu þinn afslátt. Dagana 9. til 12. október dregur þú þinn eigin 10 til 50% afslátt. Komdu í verslunni Líkama og Lífstíls í Kópavogi eða Reykjanesbæ og dragðu út alltaf 50% afslátt. Líkami og Lífstíl. Með þér í liði. Jeppadekk í miklu úrvali. Dekkjahöllin Skútuvogi 12. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það er svona kallað sig þegar hann ferðast Bandaríkin. All UI, skemmtilegt lag þarna ferð hjá Top Drink.
erfitt að tala illa þennan strák, virkilega skemmtilegur drengur þarna ferð og góður tónlistarmaður. En ég búinn að senda Sverrir Þór Sverrisson niður í bæ og að tjekka hvort við getum hitt hana Lady Gaga. Hann nú á gömlum Japan-sveppi og ekkert allt og langt sinna laðast það. En ég ætla að prófa að ringja hérna í hann og sjá hvert hann kominn. Við ætlum að reyna að fá viðtal við Lady Gaga. Hann tók með sér staffapassan frá FM 957. Ég held að Brynja Már eigin að passa þannig að ef einhver fær viðtal hérna niður frá þá ættu að vera við með passa og alla græjur. Sjá, hvort það svari hérna. Sveppi. Ja, halló! Er það Pepp og Svepp? Herru! Já. Fyndið, maður! Lækkaðu nú útvarpinu, drengur. Herru, ég að hlusta á mig! Í útvarpinu! Já. Og þig! Æði. Og tala við þig! Glæsilegt, lækkaðu, það er svo bergmálar í þér. Ok, hvað segir þið kanni? Ég góður, hvað ertu staddur? Herru, nú ég staddur hérna. Svo mikil umferð hérna, sko. Allir að reyna að fara að sjá Gaga? Ég varst nú það, sko. Ha? Ég hérna fyrir utan, ég hjá fríkirkjunni, sko. Nó, þá ertu bara mættur. Já, þá ég kominn, sko. Ertu að sjá eitthvað leyniþjónustað og eitthvað svona kjafta eða eitthvað löggur eða eitthvað? Nei, það allar götur opnar, sko. Já. Það allar götur opnar. Nú ég kominn hérna fyrir framann MR. Burtu með þetta bíla hérna, djúfulsins, hálsbótti. Burtu með ykkur. Já, fríkirkjunni. Ég ruglaðist. Ég held að það var Dómkirkjunni. Dómkirkjan, já, það er bara, ég horfa á Dómkirkjan. Já, það styttist í þetta, þannig að... Nú er ég fyrir utan MR. Ok, beðið heilsa þeim. Þar var maður náttúrulega í 4 ár. Já, ég útskrifast þeim með þann, frábær skóli. Og hérna, já, yndislegt að vera það, sko. Já, svo gott félagslíf þarna. Já, hérna fólk að vasast í bænum, túristar og alls konar fólk. Já, ok, hringdi of snemmið, þú varst eins og þetta ekki kominn? Jú, nú er ég kominn. Ég er bara, nú er ég kominn, sko, En hvað ætlar að gera með bílinn? Ætlar að hafa hann bara í gangi, eða? Já, það eru reyndar stöðumælaverðir hérna. Já. Ég kom á Hótel Borg. Ertu komið þangað? Já, og það er fólk hérna. Ok, mikið að liði fyrir utan Hótel Borg að reyna að bíða eftir hún kom út? Já. Ok, hvað myndir þið skjóta á í tölu? Sko, á ég ekki bara leggja og taka stöðumælafektina eða? Jú, við borgum hana hérna á FM. Sletta skýrinu sem eiga. Horfa þér í augun á mér hérna, þessir anskotar. Já, segðu þið hann, ég ætla ekki að borga. Nei, ok. Ekki glæta. Láttu þið rauða bílinn vera hérna, stráka mig. Hérna er þetta. Hvað myndir þið skjóta að vera margir hérna fyrir utan? Ég er að koma hérna. Strákar. Heyrðu, ég var að leggja hérna ólulega. Ég er bara örstuð. Gert fyrir fjölmiðla. Þetta er gert fyrir fjölmiðla, ég er í vinnunni, sko. Það er önnustæðina. Það er önnustæði. Þetta er bara inn og út, sko. Ég er nefnilega í útvarpinu, í beinni í útvarpinu og eitthvað, sko. Ég er bara komin eftir 2. Já, hérna er fullt af fólk hérna, sko. Já, ok. Hvað eru margir? Mæ sjá, það er sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Það er svona 20 manns hérna. 20 manns að bíða? Það var rosalega. Er þetta öllum aldrið eða? Já, þetta er nú aðalega svona úlingstúlkur. Það er 1 strákur hérna. Ok, er það Ásgeir Kolbens eða? Nei, svo er hundur hérna. Ok, hundur, fullt af úlingstúlkur. Og þær eru alltaf með nesti og þær eru með snúð hérna. Nó. Já, ein lítil, alveg hérna. Það þarf að hringja á bíl fyrir þessa. Já. Er þetta alveg auðvitað minn? Er hún inni, sem sagt, hún leiti? En það? Hvað er langt? Hvað er langt sen að sáu Lady Gaga? Hvað er langt sen að þið sáu hana? Já, er hún inni núna? Já, ok, viltu... Já, segja það. Já, ok. Hendur inn á hótelsveppi. Já. Þú ert stórstjarna. Ég er með herbyggjarna. Víst. Það er maður að henda mér út hérna. Já, farðu bara inn. En má ég ekki... Og sveppi krull. Nei, það er fullt af mér í dag. Nei. Það er fullt af mönnum hérna, sko. Segðu honum að skýti í sig og setja leiðin inn. Ég er vonlegt að fara inn út af Gaga. Hann ræðir ekki við mig. Það er maðurinn í skotafissi. En hvað, færði ekki að fara inn eða? Information change, you know. Have you seen Lady Gaga? Whom? Lady Gaga. Who's she? Lady Gaga, it's a singer from USA. Yeah. No. I'm a scientist. Býtu, Sveppi. Sveppi, ertu þarna? Já. Hvað, var einhver Íslendingur í hurðinni sem stoppaði Sveppa Krull bara að fá að kíkja inn á hótel? Já.
Hann var brjálaður. Virkaði hann leiðilegur eða? Já, virkaði nú ágættur, sko. Reynda að fara aftur inn. Hann er bara að vinna sína vinnu, sko. Já, reynda að fara aftur inn og tökum smá stjórnun. Má ég ekki, rösta á klósetti? Segðu hann skýtt ekki í þig. Má ég ekki fara að tala við konunni í lobbyinu? Segðu hann skýtt ekki í þig. Það var að vera gestur. Þjónusta þetta þetta bara ekki mér sambúið, sko. Það var bara því mér að vera gestur. Segðu þetta að skáta fyrir nýjustu bíómyndina hérna. Má hann fara inn en ekki ég þessi? Strákur, má ég ekki koma þess inn og spjalla ykkur? Ræðu þessi? Ræðu þið einhver? Farðu bara inn, Sveppi. Það standa fimm kallmenn að horfa og ég má ekki fara inn. Jæja, ok. Þá fer þetta ekkert lengra. Má ég ekki fara og banka hjá Lady Gaga? Jæja, það greinilega gríðilega öryggisgæsla í gangi þannig að við náum ekki viðtal við hann í dag því miður. Já, þetta er mjög leiðilegt, sko. En segðu við hann, það er allar stelpunir að reyna að rífi þig og vilja myndir það með þér og þú þurfur að komast inn bara í skjól. Eins og sérðu náttúrulega, þetta krakkar hérna sem eru fyrir utan. Þetta er allt krakkar sem elska mig og þeir vilja að ég fari hérna inn, sko. Þú var að lega að taka myndir eða? Já, ég ætla að gera það, sko, en... Þá er þetta að flýja. Já, ég það, sko, en ég er bara að reyna að komast í skjól, sko. Frá þessu, þetta er bara þessi börn er að gera mig geðveika. Þegar hundinn þarna, hann er líka brjálaður. Segðu þú þekkir þetta bara eins og Lady Gaga? Hann vill þetta ekki, þetta er ömulegt, sko. Já, við þurfum bara að kveðja þetta, Sveppi. Já, við erum að tala um það, sko, að það stendur maður hérna í dyrunum. Já, sem er að stoppa. Í jakkafötum og strigaskóm, meinar aðgöngu inn á hóteli. Jakkafötum og strigaskóm, ok. Og fyrir innan eru svona 5 gæjar, allir rosalega flott klæddir. Já, sem eru með þeim. Og þeir eru allir svona, með skeptiskan svip, sko, þegar ég kom. Já, bara svona eins og þú ert að koma heim að djamminu allt á seint. Já, þeir eru svona bara, ok, nú er ves. Já, ég skilði. En þetta eru samt einhverju gæjar á hennar vegum, sko. Já, fegst alltaf að sjá lífverðunin, til aðmikið með það. Og það er sko, rosaleg bílar hérna fyrir utan, sko. Ok. Og 20 úlingsstelpur, 1 hundur og 1 úlingur, 1 gaur. Já, og 3 svona navigator bílar, sko. Já, ok. Ég er nú að reyna að skoða þetta inn um gluggana. Heyrðu, þetta grínast. Strákar, ég er að fara, sko. Nú. Já, alveg, verð ég að borga þetta? Ég veit að bíða þetta að fara bíl, en gegn bara í bussum þegar ég var að ræða. Já, ég er að fara akkurat núna. Ég skilta þetta bara... maður, þeir sektuðu mig. Nei, já. Ég var samt búinn að bíða það og... Það er greinilega ekki nóg að vera Sveppi Krull lengur, hann fekk ekki að fara inn á Hótel Borg og hann var sektaður. 5.000 skall? 5.000 skall, við hendum þessi Pálma, drullar upp yfir. Ég vil þetta pirrandi maður. Þetta er smá. Já, þetta var fréttamaðurinn okkar Sveiður Þórs Sverrisson að reyna að komast inn á, Hótel Borg, gekk ekki betur en þetta, því miður. En það er 3. dagur og búið að vera kósi og þægilegt hérna hjá okkur. Skulum alltaf bara áfram með kósi tónlist. Þetta er Adele aftur í þessum þætti, núna með One and Only. Rólegt og hugulegt hérna hjá mér í stúdíunum. Sitt hérna einn að hlusta á One and Only með Adele. Við klæðum úr fötunum og maka með súkkulaði. Sveppurinn er á leiðinni. Fór að tjekka á Lady Gaga en fekk ekki einu svona að fara inn á Hótel Borg sem er helviti daburt. Menn að vinna vinnuna sína þar og hleypt honum ekki inn. Þannig að eina sem við græddum á þessari heimsóknans var 5.000 króna stöðumælasekt. Hann held að hann geti bara hoppað á bílnum og beðið strákanum að græja sig. En hann var ekki að gerast, þannig að hann þurfti að borga sekt. Hann lítur að vera hérna rétt og kominn. Við erum ennþá eftir að fara í lagið á leiðinni heim. Ég er reynda búinn að uppljóstra hlustendum hvaða lag það er, upplýsa hlustendur hvaða lag það er og það er Jealous Guy með honum John Lennon. Enda svolítið hans dagur í dag. Það er spurning, svo sjaldan einn þetta. Ég veit ekkert hvað ég á að gera. Ekkert sem ég get sagt okkur svo sem. Allt gott að frétta mér. Systir minn Maja, hún er fersk dæja líka. Veit ekki hvort hún sé byrja að deyta eitthvað. Nei, við getum þetta að ringja hana. Prófa það. Já, rúmbrjáli. Skilur ekki máli. Ég hef ekkert annað að gera hérna. Minn er að bíða til Sveppa link og við skulum bara sjá hvað er númerið hennar hérna. Hérna þetta. Ok, prófa þetta. Það er ég ætla að prófa hérna að syngja í systir mína.
hún þekkir hitt númerið sem við ringjum í hann á daginn, en hún ekki að þekka þetta, númer sé að hlusta. Klukkuna vantar korter í 6 fyrir áhugasama, einhver að spáði því, vatn út í umferðinni, og ekki með klukku í bílunum sinum, og röglega margir í því. Og það þriðjudagur. Ég að reyna að ringja í Dæju Bæju, eða Diarrhea eins og ég kalla hana stundum. Nei, hún ekki að svara. Virkilega skemmtilegt útvarpsefni í gangi hérna. Hún skellt á, hún hefur heyrt þetta. Jæja, herru, við skulum bara fá eitthvað gott lag áður en að sveppurinn mætir og svo förum við í lagi á leiðinni heim hér rétt á eftir. Þetta lag sem kemur í lokin á bíómyndinni Taken 2. Kíkt á hann í gær, allt í lagi mynd, ekki alveg jafn öflug og svo fyrsta en alveg þess verið að kíkja á hann einhverja síður. Og þetta lag kemur í lokin þar, þeir eru að éta saman ís. Ekkert flottasta lokaatrið sem ég séð en flott lag einhverja síður. Það heitir Too Close og er með Alex Clare. Potturinn stefnir í 1950 milljónir. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það er hárrétt hjá honum, við sitjum hérna ég og Sveppi, hann er mættur aftur í hús, verður velkominn. Takk. Við grætum ekki mikið á þessu nema 5.000 krónar stöðum, alveg sagt. Já, þetta grínast. Hvað, þú rauðið þetta, Sveppi? Hvað heldur þú sért? Heldur þú getur bara að parka bílnum ólögulega og sagt við strákarna, herru, hérna parkja hann fyrir mig, ég ætla aðeins að tjekka á þessu. Nei, ég bara sagði við á strákar. Ég er bara rétt í útvarpinni að gera smá grinn og þetta bara skjótast. Svo bara þegar ég kom tilbaka þá bara, ég náði ekki að tala við því, sko, ég var bara að sökta. Ég bara, hvað er þetta að meina, man? Hélst þetta væri bara valet parking hann eins og LA? Þetta er ekki eins og í New York, skilur við. Þetta er bara, ég er rétt lagði honum til að skjótast út og inn aftur. En 5.000 krónar sekt, er þetta mikið? Já, ég lagði upp á kant. Ok, þú lagði... Þetta er ekki eins og að leggja upp á kant bara nýra Oxford Street, sko. Bæði lagður upp á kant og lendir upp á kant. Já, þetta voru ömuleg ferð í alla staði. Mér að helviti, sko. Já, hittu nú hann að krakka ná svona, þú er alltaf gaman að því. Já, hitta börnin. Hitta blessu börnin. Já, þú hendur þessu bara í pálma. Þetta er hluti af starfinu hérna. Þetta er fórnarkostnaður. Já, þú varst þarna sem blaðamaður. Já. Þannig að það var ekki hægt að fá viðtal við Lady Gaga. Nei, það var svona fólk að bíða, sko. Já, það er ekki verið að bíða. Ég veit ekki, örugglega eins og veist áðan, það fórum út í Hörpu og hún lappar alveg út og inn aðalinganginn, sko. Já. Þannig að fólk fær að sjá hana. Já, þetta er gaman eiga mynd og eitthvað svona, sko. Ef þú myndir hitta hana bara, veist, ég veit ekki, á Hressó bara klukkan 5:30 í Burger, myndir þú taka myndaði með henni? Ég verð nú bara að viðurkenna það að ég myndi líklega ekki þekkja hana. Já, ok, en núna þú veist búin að sjá myndina henni og myndir svona kvissast út til Lady Gaga, það væri samt ekkert eitthvað svo húlumæði kringum hana og særi að vera öryggisvörður, myndir smetla henni og segja, can I have one photo? Nei. Ekki heldur. Með Lady Gaga, nei, eftir eitthvað rugg. Þú myndi gera það. Nei, ég er ekki viss með Lady Gaga. Ég tók ekki myndað með Randy Jackson þegar ég hitt hann. Ákveð ætti að taka myndað með Lady Gaga. Ég er miklu meira aðdáðandi Randy Jackson. En þegar ég hitti United-lið, þá gæti ég ekki setja að mér. Ég bilaðist. Ertu miklu meiri aðdáðandi Randy Jackson? Já, ég er búinn að horfa American Idol sinni á Polly, sko. Þetta er bara eitthvað feitur kall sem segir hvernig fólk syngur, skilur. Frábær, bara skemmtileg karakter. Your dog. Randy Jackson er toppnáðingi, sko. Það er alveg, ég kann vel við hann og það er meiri líkur að þetta ekki myndað með mónum en ef þetta væri einhver í Manchester United þá gæti ég ekki setja það með. Já. Við ekki neða, en það er eins og að komið núna að læginu á leiðinni heim. Já, nú er stemming. Nú er að gera hækka, ég vonandi að sé góðum gæðum hérna. Það kemur mænt að lengum óvart að lægið Jealous Guy með John Lennon sé ekki á playlista FM 957. Ég er búinn að finna þetta hérna á netinu og ætla að spila þetta fyrir ykkur til lægi á leiðinni heim og ég held að ég er vel við þennan dag. Ég vil að þetta lag að við fáum 5 sekúndna þögn áður en það byrjar. Já. Og 5 sekúndur eftir að það byrjar. Það er ekkert annað. Þetta er allavega lag sem að, margir fíla og margir geta tilengað sér. Gjörðu þið svo vel. Skemmtileg regla hann að hafa með þessar 5 sekúndur. Það var John Lennon, they don't make them like they used to, eins og maðurinn sagði. Já, og finnur þú hvað þessi 5 sekúndna regla gefur manni tíma bara til þess að
ramma þetta inn. Já, þetta var John Lennon, þetta var lagið á leiðinni heim, John Lennon með Jealous Guy. Ekkert meira pirrandi þegar útvarpsmenn eru, já, þetta er lagið, þú veist, Fix You með Coldplay og þá er akkurat hái.net eða eitthvað og þeir eru fattin að gjamma inn í þetta og mann er langar til að keyra niður og skalla á. Hann hefði átt afmæli í dag, þessi snillingur. Hann á afmæli, hann lifir í hjörtum okkar allra. Vel mælt. Hann á afmæli og það er hárrétt hjá Sveppa. Þessi, já, maður lést 1980. Þvílíkur eða snillingur. Já, þetta er einn mesti snillingur allra tíma heldur, John Lennon, sveimið þá. Og já, hann á alla mína virðingu. Ímyndaður heiminn eða væri engin landamæri. Já, og bara skýr fyrir ofan okkur. Já, bara, nei, sko, stöldrum þar við. Ímyndaður eða væri engin landamæri. Já, þetta er frábært þér. Við erum búin að vera hérna með eitthvað sem 4 í dag, Sveppur að verða full djúpur, þetta sé ekki sigurinn sem að reynda að geta á hann. Og já, við þökkum ykkur kjallar hlustununa, hann er hérna rétt og mættur að Rikki G verður með ykkur til 9 í kvöld. Rikki G! Ég og Pétur Jón Sigfússon, eða PJ Sigfusion, eins og hann vill láta kalla sig þrannir hérna í útvarpinu, verður með ykkur frá 4 til 6 á morgun. Endilega stilla inn, ég ætla að reyna að dobla hann í Tong sem er búin að vera í smá pásu núna. Ásamt því að við förum í, já, Tourette-símtölun okkar eða bölvað í símtölum, eða þýðu, þetta maður. Við þekkum okkur aðeins með það líka, þannig að það verður skemmtileg þáttur á morgun. Sveppi, takk fyrir daginn. Sömuleiðis, vinur minn. Það var virkilega gaman að vera hérna með þér. Yndislegt. Við heyrumst á morgun, takk ég vel á móti Rikka og ég held við eigum að enda þetta bara á stjörnunni sem er á Íslandi í dag. Hún er ekki dáin, hún heitir Lady Gaga og er stödd niður á Hótel Borg ásamt 20 unglingsstúlkum.